Guð blessi himininn sem vakir yfir ykkur. Guð blessi veginn sem þið gangið. Guð blessi leiðina sem þið veljið ykkur. Guð blessi það sem að baki fortíðina og Guð blessi það sem framundan framtíð. Í nafni Guðs Föðurs og Heilags. Amen. Velkomin. Kór Keflavíkur kirkju undir stjórn okkar ástkæra organista býður til YouTube-messu hér í kirkjunni við lok ljósanætur hátíðar og við upphaf vetrarstarfs í kirkjunni okkar. Með þeim í för hljómsveit sem skipa Þorvald Halldórsson á trommum, Sólmund Friðriksson, textahöfund hér og kórmeðlim á bassa og Þorvald Ólafsson á rafmagnsgítar. Og auðvitað Mussi Viðbergsson á Smá innskot þegar ekki stendur á blaði. Ég stend svo hliðin á gítarleikara hljómsveitarnar Svarnaggarnir. Sarnaggarnir. En það sko deilt það hvort að Sarnaggarnir að Bræðarnir hafa verið fyrsta pönkhljómsveitin á Íslandi. Kæri vinir, þrátt fyrir válenda veðurhelgina, rigningu og storma, þá ríkir hér innandyra alltaf það sami andvarinn, friður trúar og andrými öryggis. Víkjum okkur á hljómsveitinni U2 sem verður til á pönktímanum í Írlandi það til 1976. Uppreistra andi pönkbylgjunnar ríður yfir heiminn. Ef til vill besta skilgreiningin á tónlist U2 að upphaflega þeir punk gospel hljómsveit. Allavega virkar yfirskriftin vel því að U2 ekki aðeins ein vinsælasta hljómsveit veraldar, heldur einnig hún gríðarlega nýjungagjörn og framsækin. U2 sem skipa Bono, The Edge, Adam Clayton og trommaranum Larry Mullen Jr. Tónlistin getur breytt veröldinni vegna þess að hún getur breytt fólki. Og punkið, það fór eins og eldur í sinn með það. Og U2 þeir mættu á þessa senu með tónlist og hljóm sem var í rauninni alveg geggjaður.
Það var sko, og hefur alltaf verið svo magnað að heyra mýktina í rödd Bono og svo einhvern veginn kallast á við örgin í Eds. Það er svona ótrúlegt samspil og og það var einkennandi fyrir hljómsveitina og fyrstu hljómplötur þeirra hversu meðlimir voru trúarlega þenkjandi. Þeir voru sem pönkar í hjartanu. Og að hætti pöngsins að þá áðurkuðu þeir mál sem að vörðuðu samfélagið, pólitík og mál sem þeir þóttu að betur mættu fara. Þeir voru flottir á sviði, fundu flötin sem snemma og hafa með einum eða öðrum hætti haldið tengingum við upphafið sitt alla tíð. Og þegar að myrkrið umdrykkur fyrir þá er gott að vita að ljósið getur skilið enn skærar. Boy, fyrsta plata U2 kemur út 1980. Í kjölfar fara plöturnar að koma ein af annarri. Það seljast vel, fá ágætis dóma. Það sé 1987 að U2 slær svo hressilega í gegn með plötunni The Joshua Tree. Lögin í kjölfar raða sér efstu sæti vinsældarlista. U2 verða stórstjörnum í rocksinunni. Punk, rock, gospel, tónlera, litast af blues og country, en það eru þeir ófeimnir að leyfa og láta ólíkar tónlistarstefnur hafa áhrif á sig og eigin tónlist. Það eru ekki aðeins áhrif á blues og country sem að líta strákana. Þeir taka upp evrópsk rap og disco tónlistarstefnu í blandið annað, eins einkennilegt og það kann að hljóma. Bono segir Eds vera þögnina í hljómum þeirra, ljósið í mannverkinu. Svo fór þeir í tónleikaferð, Sú TV-túr, sem var svona ein metnaða fyrsta tónleikaferð rocksins fram að því. Risaskjáin, geggjugrafík, mögnu hljóðmynd og sjóið var einhvern veginn engu öðru líkt. Bono, hann sagði að það væri svona eins og að kemur 4 strákar frá Dublin í Írlandi og ætluðu að höggva Joshua Tree niður í smá búta. Þannig sagði hann þessi tónleikaferð hefði verið. En þrátt fyrir ótrúlega ytri umgjörð og sýningu sem engu líktist, að það var bakgrunnu textana litaður af andlegum áhuga, trú og sálarlífi meðlimanna og vangaveltum áhrif tækninnar á mennskuna, borið upp af kaldhæðni og sjálfseyðni. Vonandi er Guð með þeim sem að hafa það gott. Vonandi. Við vitum fyrir víst að hann er með þeim sem eru fátækir og hafa það ekki. Strákarnir frá Írlandi eru allir aldir upp í kristinni trú sem hefur mikil áhrif á viðhorf þeirra og lífssýn. Á tímabili tilheyra Bono, Larry og Eds söfnuði sem kallast Shalom. Það má þýða á margan hátt. Shalom getur táknað frið, samstöðu, að eitthvað sé fullkomið eða heilbrigt, en einnig er þetta notað sem kveðja. Oft virðist trú meðlimar sveitarinnar kallast á við rokkið þeirra og rólið, en þeir nota þeir tónlist sína á texta til að koma hvorttveggja trúarlegum og samfélagslegum boðskap á framfæri. Poptónlist fjallar oft allt sé í lagi. Á sama tíma er rokkið að segja okkur að það er ekki allt í lagi, en það er hægt að breyta því. Og seinni hluta 9. áratugurins þá fengu U2 vægt samt ekki góða dóma. Fóru tveggja hjá gagnrýnendum og aðdáendum sínum og þeir tóku sameiginlega ákvörðun það að hætta að lifa poppstjörnulífi eins og umboðsmennirnir og aðdáendurnir vildu. Fara aftur til upprunans. Þar sem að riffið, lögin og textarnir voru þar sem að skipta öllu máli. Og aðdáendur þeirra kunnu vel að meta afturhvarf. Það reyndir reyndar dálítið á með þeim í U2 og í kjölfarið að þá spiluðu Bono og Daniel sko stærra hlutverk en áður og
í laga- og textasmíð hljómsveitar. Hún fór að virka hrátri aftur og eftir þetta má segja að grunntónn sveitarinnar hafi haldist óskertur hjá svo stórveldi í tónlistarbransa veraldarinnar, vörumerki sem að tryggir aðdáendum og unnendum tónsmíða sveitarinnar þennan tón, þetta riff, þennan hljóm, alla tíma. Þeir voru sammála að vera ósammála alla hluti. En þeir voru líka sammála það að vinna saman að einu verkefni og það var þá verkefni sem að skipti einhverjum máli. Það að velja YouTube laga- og textasmíða sem grunn fyrir messu því ekki úr lausu lofti gripið. Texta þeirra er á nokkurs vafa alltaf litar uppruna í pönkinu og andlegur áhugi trúar fær að skína í gegnum þegar þeir eru að gáð. Þetta magnaða samspil sem fæst í hugsun pönks og svo gospels flytur okkur boðskap trúar sem kallast á með svo hráum, sterkum, fallegum hætti á við anarkisma pönkaranna í YouTube. Þá drögum við fram að það eru fórmennir og organisti sem eiga íslensku trúarlega texta sem hér verður sungnir í kvöld, gríða fallega messuskrá sem þeim eiga halda í hönd og geyma á eiga, en ekkert að vera heima á henda. Og syngja með þetta texta. Við getum ekki breytt veröldinni, en við getum breytt heiminum sem innra með okkur. Núna rétt á eftir, þá ætlum við að vekja kórinn sem eru að sofna og við ætlum að heyra þau kórinn og hljómsveitin að flytja lag sem að uppruna hér með föstudaginn. En heitir núna Er ég bið í fallegri textasmíð Jónas Sóleyjarson. Á bænarorð Ómars oft hef ég axlað þungar, byrðar og óskar. Óskar þess að öðlast andlegan styrk og sjá veginn heim til þín. Ef dynja á mér áföllin, ég líta upp í himinin og ég bið, ég finn frið. En ef ég bið, ég finn frið. Gjörðu þið svo vel. Og Keflavíkur kirkju og hljómsveit. Thank you.
texta skáldunum eins og Lindi. Ég tel nú ekki verið að texta skáld í þessu tilviki því að þau verkefni sem ég fekk kröfðust þess eiginlega meira að mér að flytja texta Bono eins ómengaður á íslensku og ég þótti það er samt svolítið krefjandi með líka. Við ætlum að syngja hérna 2 lög næst. Það er annars vegar Hvítt sem snær eða White as Snow og hins vegar Vakna þú dauði maður, Wake Up Dead Man. Og það seinna sá texti, Vakna þú dauði maður, rauninni ákall frá manninum til almættisins annað tækifæri. Þegar hann sér að það verður ekki aftur snúið og hann búinn að klúðra heiminum sem Guð fól honum að byggja. Sá sem hann kallar á að vakna í raun Guð eða Jesú, en má líka skilja að hann sé rauninni, já, hann að segja að hann sé Guð eða Jesú sem að maðurinn hefur drepið, en í rauninni maðurinn að vekja sjálfan sig af þessari martröð. Hann þarf sjálfur að vakna, vekja Guðslistarinn með sér og það er hans eina von til bjargar. Þannig að þið geymið þetta fyrir lag nr. 2, sko, sem tökum þetta. Og þá er það kynning á laginu sem við ætlum að flytja á endan, sem er Hvít sem snær. Og það er mjög merkilegt lag. Það er byggt á kirkjutónlist sem er aðvendu sálmur sem þið þekkið alveg öll og heitir Veni, Veni, Immanuel, eða Kom þú, Immanuel. En þetta er tímalaust þema og hefur fylgt manninum frá öru og alda sem er vígvöllur stríðs eða styrjalda. Helsaður hermaður liggur í valnum eftir sprengingu og leiftur úr ævi hans flökta fyrir augum hans. Lengd lagsins er sá tími sem dauðastríð hans tekur. Hugurinn reikar til æskustöðvana og þess tíma er allt hvað hreint og óspillt. Heimurinn er orðinn illur, úlfar hafa tekið yfir og hans síðasta ósk þegar hjarta mannsins verði eins og lamb Guðs, hvít sem snjór. En á ensku þýðir orðatiltækið White as Snow, það sem er óspillt, laust við allar syndir, það hreinasta af öllum. Thank you.
heiður að fá að semja nokkra texta við lögin. Og þar á meðal eru næstu 2 lög. Lögin Von og Bæn bjargar mér. Bæn bjargar mér heitir á frumálfinu Love Rescue Me. Innblásturinn í þessum texta að sá maður andlega ríkur ef hann á bjargfasta trú á Guð. Lífið uppfullt af ljósum og skuggum, gleði og sorg, en við reynum að ganga í ljósinu. Stundum skugginn það stór að vegalengdin löng að ljósinu. Þá gott að viðhalda ljósinu innra með okkur og treysta Guði. En fyrra lagið, sem sagt næsta lag, heitir Von og glöggir hafa kannski átt að segja því að það heitir á frumálinu One. En textinn fjallar briskleika, maður sem þjakaður og brotinn af sektarkennd eftir langa leið af raungum ákvörðunum. Eftir slíka vegferð spyr maður sig, á ég skilið að á mig sé hlusta þegar ég bið hjálp? Einhverjar líkur á því að Guð sé að hlusta? Enn von? Gerum svo. Ég rópa til þín, Herra.
textinn heitir Guðviður og ég ætla að finna næstu 2 lög sem syngjum. Seinna lagið heitir Gloría og íslensku textaðið Freydís Signey Kolbeinsdóttir. Hún segir: textinn fjallar hvernig ég upplifi að það er alltaf skjól í orðum Guðs. Þegar tilfinningar fara að taka of mikið rými, eins og sorg, leiði, reiði, ást, von eða gleði, nú eða bara hvaða tilfinning sem þá er gott að leita í orð hans og fá ópenna gjaldvíkjum. Og Freydís mun ekki syngja ýmsu þessu lagi. Fyrra lagi sem við syngjum, þetta var sem seinna lagi, heitir If God Will Send His Angels, eða Ef Guð mun engla senda, og Sólmundur Friðriksson á þann texta. Hann segir að kveikjan af textanum séu viðbrögð Bono við reiði fólks út í Guð fyrir áföll í lífið. Bono sagði: persónulega þá horfi ég ekki á heiminn sem stað þar sem Guð ræður öllu það sem gerist. Ég held það sé undir okkur komið að miklu leyti við hleypum Guði inn í líf okkar. Þetta er óstöðugur heimur þar sem náttúruhamfarir og stríð eiga sér stað. Ég kenni Guði ekki það. Það sem ég held að hafi gerst að við rákum Guð út úr aldurgarðinum sem mín túlkun á því sem gerðist hér. Og einsöngar í því lagi Páll Reykdal Jóhannesson. Takk.
Allt í nafni hans, In the Name of God, þar sem Sólmundur Bassi Friðriksson á textan. Hér íslenski textinn helgaður frelsaranum sem ekki langt frá texta Bono, því þó upprunalegi textinn sé saminn við vísum frelsishetjuna Martin Luther King, þá líkingin þar augljós við Jesú Krist. Báðir þessi menn stóðu upp gegn ílsku mannsins og gáfu líf sitt í þeirri baráttu að sameina mannkynið í kærleika, eins og ómældur fjöldi fólks á milli þeirra tveggja á öllum tímum í þessari eilífu baráttu góðs og ills. En þó svo iðkun og framsetning kristninnar og annarra trúarbragða sé oft og iðulega gerð flókin og tormelt, þá inntakið eins og sára einfalt og jafnframt leiðarljós allar þessar píslarvottar sem vildu bjarga heiminum. Guð kærleikur, kærleikur Guð. Það Ásdís Rósa Gunnarsdóttir og Elmar Hauksson, eða þau nafni Elmar Lilli, sem við þessu. Nú svo kemur veit alveg af þér, við og við átjum, þar sem tenorinn Ómar Ólafsson á textan. Inntakið í texta Bono innri togstreita manns í tveim hlutverkum, en þessi text innblásinn af lífsins göngu gegnum sigra og sorgir. Maður finnur annan tíman fyrir nærveru Guðs ef maður kýs að trúa hann. Flytjendur Sólist, já, Sólmundur Friðriksson, ég ætla að lesa Sóli Stóri, og Sara Dögg Eiríksdóttir. Já, ég glemdi að kynna mig, ég Sveinn, og við erum
Skóli á Lindartúni. Skín á fjallaböknin þar, ég veit
þegar snillingarnir, Sóli og Ómar fóru að staða textunum yfir í ástkæri Ýmira. Fórum byrjaði að æfa lögin. Í sumar höldum við svo áfram og lærðum í lög að hlusta á hljóðskrá. Og í Nýleiru þá var það alltaf stjórnandi með skólakostlega sótran söngkona Ugrönd sem var hljóðaði líka með Bjarnsson. Í nýliðinni viku var ég að hlusta á hljóðskrá næsta lags sem við erum að syngja með Airpods-eyrunum og að syngja með að sjálfsögðu og var að mála stemningu til þeim. Þá hrífur eiginmaður upp með það. Ég var alveg til að heyra lítið lengi með þessu. Já, hvað hann var svo spenntur að koma á tónleikana en ekki að skjóta mig. En næsta lag, og jáfnvægt síðasta lagið á Kærleiksskap í kvöld, heitir Ég þegir að fá fylgja þér. Textin er í þýðingu Ómars og einsum syngur Steinunn Björn Ólafsdóttir. Innihald textans segir Ómar. Textin fjallar treystingar og grauti lífsins. Það er hægt að búast til því að fara áreynslulaust í gegnum lífið. Margt sem gleður og getur fyrir, en ég trúi því að þrátt fyrir allt hvað vakir fyrir yfir manni og styrni ef maður kýs að fá fylgja honum. Takk. Yeah.
og er þar af leiðandi að óska eftir framlögum ef einhverju geta. Við erum með kassa við andvirði og einnig reikningsnúmer hérna í skránni. Takk kærlega fyrir komuna og við erum duglega að deila fyrir okkur viðburðurinn sem verður eftir 2 vikur.